Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mér styrkan gerir. Mundu að hafa Guð í hjarta þínu þegar þú ferð í gegnum dalinn og leyfðu honum að leiða þig í gegn.
enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Jesús dó fyrir þig svo að þú getur átt líf í fullri gnægð. Nú eru 60 sekúndur í samkomu og við viljum hvetja þig til þess að deila samkomunni og verum hvatning fyrir aðra að koma í hús Drottins og lofa hann eða vera bara heim í stofu og lofa hann með okkur á samkomu. Turn it around, open the windows of heaven and pour out a blessing and overflow. Turn it around, open the windows of heaven, pour out a blessing we cannot contain. Let it rain. Let it rain. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. All things are possible for you. All things are possible. Nothing's too difficult for you. Nothing's too difficult. I'm ready for change. Ready for rain. I'm ready for favor. To turn it around. Open the windows of heaven and pour out a blessing and overflow. Turn it around. Open the windows of heaven. Pour
sem eru hérna. Come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His good. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring His good. All that men will praise Him. All that men will praise Him. Rejoice in the Lord always. And I cannot say, rejoice in the Lord always. And I cannot say, rejoice in the Lord. Come bless the Lord, come bless the Lord, draw near to worship Christ the Lord, and bless His name, His holy name, declaring He is good. All that men will praise Him. All that men will praise Him. Rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, all that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name, and I cannot say. All that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name to the ends of the earth. All that men will praise His name, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, rejoice in the Lord always, and I cannot say, halleluja! Hvílíkur Guð sem við trúum á. Það er svo gaman að geta lofað hann. Það er svo dásamlegt að geta dansað, klappað eða sitja í sætinum á klott. Að bara fá þessa tilfinningu á að lofa Guð. Þú veist, hvílíkur, það er ekkert allir sem fá þetta. Sjáu þið hvað við erum heppin. Sjáu hvað við erum heppin að fá að koma í kirkju og bara lofa Guð. Þvílíkur Guð sem við eigum. Og enn og aftur býð ykkur velkomin á samkomu. Ég er að býða ykkur velkomin af því ég er svo velkomin. Svo þið horfið bara á mig
og verið velkomin. En við ætlum að taka smá bæn og biðja Guð að vera með okkur í dag. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir enn eitt tækifæri, Drottinn, á að lyfta upp þínu heilaga nafni. Ég þakka þér fyrir að þú ert trúfastur, ég þakka þér fyrir að þú ert sannur, ég þakka þér fyrir að þú ert alltaf með okkur. Og hvað sem bjátar á, Drottinn minn, þar þú við hlið okkar, Drottinn. Ég bið þig, Drottinn, fyrir þessari stund, ég bið fyrir orðið þínu sem kemur eftir, ég bið fólki sem heima og hlusta, ég bið fyrir fólki í salnum sem hér. Gefðu okkur af þínu orði, gefðu okkur eitthvað dýpra með þér í dag. Við lofum þig, við þökkum þér og við blessum þitt nafn og endilega lofið Guð með okkur áfram. Í Jesú nafni, amen.
Ég tilbyð þig, Guð, ég tilbyð þig, ég tilbyð þig, því þitt nafn heilagt, heilagt. Guð,
Faðir minn, við þökkum þér að við megum dvelja í nærveru þinni og lofsyngja þér. Ekkert eins og nærvera þín, Drottinn minn. Ekkert hefur sömu áhrif á líf okkar eins og nærvera þín. Ekkert breytir okkur eins mikið eins og nærvera þín. Ekkert dásamlegra en nærvera þín. Og við blessum þig og lofum að þú ert hér. Blessa þig nafn. Amen. Það ennþá grímuskylda á okkur ef við erum nálægt ókunnugum þar að segja sem og náum ekki 1 metra á milli. Salnum alltaf að taka grímun af eða þið eruð hjá þeim sem þið þekkið og eru kunnug, ykkar fjölskyldu. Þetta bara reglan okkar ennþá í dag. Að sjálfsögðu megi hafa grímun öllu stundum ef þið viljið og þegar við komum fram að þá þurfum við sérstaklega að gæta því. En við ætlum að taka samskotið. Það hluti af okkar tilbyrðslu okkar lofgjörð og það vegna þess að COVID eins og það og þá erum við ekkert á ferðinni með bauka. Við förum fram hjá baukunum sjálf sem hérna borðinu hægra megin frá mér séð og svo posi frammi og á skjánum ætti að vera, eða hvað? Það já, þó við séum ekki, þá á skjánum ykkar heima sem eruð að upplýsingar hvernig getið gefið. En við ætlum að njóta áfram, við ætlum að syngja 2 lög í viðbót og blessa og svo ætlum við að heyra Guðs orð saman. Þeir sem eru heima, þeir sem eru í salnum, njótið og tökum þátt og Guð bless ykkur. Minn Jesús, Drottinn Jesús, enginn annar sem þú, lífið mitt lofa ég þig, undursamleg ást þín Þú huggar, þú verndar,
can stand against the Lord? No one can. No one will. Who will stand against our King? No one can. No one will. The victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. So who can stand? Who can stand against the Lord? No one can. No one will. Who will stand against the King? No one can. No one will. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Sing it sama. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. So we put our trust in You. Yes, we put our hope in You. You will deliver. You're a provider. I find my victory in You. Forever victorious. Forever we win. I find my victory in You. You will deliver. You're a provider. I find my victory in You. Forever victorious. Forever we win. I find my victory in You. Victory belongs to Jesus. Yes, victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Sing it, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. 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 Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him.
Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, oh, victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Halleluja. Bestu þakkir, elsku vinnir, bestu þakkir. Falleg. Þið tóku eftir ég sagði þetta ekki í mikrofónin, sko. Nei, ég meina það var bara óvart. Þið eru falleg. Já, auðvitað meðtæki ég það. Síðast, þegar ég talaði fyrir 2 vikur síðan, á hann góður á Valdimar síðast. Frábær. Fáum hann aftur upp til hann. Síðast þegar ég talaði hins vegar, þá var ég að tala um samfélagið og ég las úr Postulasögunni mikilvægt þess að eiga samfélag og kirkjan væri raunverulega bara slíkt samfélag og getum ekki átt á Instagram eða Facebook og þó það sé allt dásaleg tæki og tól og gaman að svoleiðis tækni að þá er þetta ekki það sem að gefur okkur kannski lífið eins og við þurfum það. Og ég las úr Postulasögunni, Eru glærur? Bjóstu þetta glærur fyrir mig? Nei. Hún er með það, sko, bóka það, sjáðu. Þetta er yfirskriftin, Ecclesia. Á enskunni er þetta sé. Hafið séð þetta orð áður? Rétt hönd sem ég sé þetta orð hérna, ég sé ykkur ekki heima þeir sem er í salinu, já, ef eitthvað heyrt þetta. Og þetta er svolítið merkilegt orð og ég ætla aðeins að tala þetta í framhaldi af því sem ég var að ræða með samfélagið og það er smá upprifin í byrjun og ég vonaði þolið það alveg með mér. Síðan kemur svona kjarnin í þessu og það er þessi hérna. Það eru Postulasögunum 2. Sko, það er búið að setja allt upp fyrir mig, sjáðu. Það eru svo góð. En þetta var sérst á hvítasunnudag og frumkirkjan að byrja, kirkjan bara að byrja og það sem var kirkjakris í Jerúsalem og það voru 3000 pluss sem voru komin til trúar á Jesú Krist. Við mögum ekki gleyma því að Jesús var svolítið byltingasinni. Jesús, hann rótaði svolítið í svona status quo í trúarkerfinu og fleiru og það er ekki nokkuð vafa á því að megin þorri allavega trúarleiðtoga á annara í Jerúsalem þessum tíma og þó við að væri leitað töluðum hina kristnu, þetta var bara svona sértrúarhópur, þetta var svona kult og hérna ég veit að þið hafa aldrei verið nefnd slíku nöfnum. Þú veist, kirkjur og söfnur utan þjóðkirkjurnar, þeir fá aldrei svona stimpil á sig það. En nei, ég vissi það. Það er rosa mikið í Ameríku svoleiðis til dæmis og öðrum löndum en ekki hér. Það verða bara svona sértrúarhópur. En svo segir hér, en það fólk sem veitti orði hans viðtöku, hvað gerðu þau fyrst? Þau tóku skírn, ok? Þann dag bættust 3000 sálir við. Þetta er alltaf bara að gegja 3000, ok. Það var ekki eins og samkoma. Menni að fólk til frelsa, þau er ekki samkoma. Ja. Þau ræktu trúlega uppfræðslu postulana
og samfélagið. Þau stunduðu það að læra og hlusta úr Guðs orði þess sem að apóstolarnir voru að kenna opinberun á Kristi og fagnarindið og Kristi líf. Og þau ræktu trúlega samfélagið. Þetta upprifin frá því síðast, munið. Hvað gerðu þau meira? Þau ræktu brotning brauðsins, þar sé brutu brauðið saman. Brauðsbrotninga sem við kölluðu það, heilu kvöldmáltíð. Og að sjálfsögðu bænirnar. Samfélag trúara ótti setti af hverju manni. Eða ótti að setja af hverju manni en mörg undur og tákn gerðist fyrir höndum apóstolanna. Það var ástæðan fyrir óttanum. Það var ekki því að Guð var svo skelfilegur heldur, það var bara svo stórkostlegir hlutir að gerast. Að fólk staldraði bara við og segja, hvað í gangi? Vá! Þú veist, lamaðir ganga, blindir fá sýn, það eitthvað rosa mikið í gangi. Og allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Það að segja að þeir deildu eigum sínum og pössuðu það enginn liði neitt skort. Það ekki slæm hugsun. Menn seldu eigur sínar jafnvel og muni og stiftu meðal allra eftir því sem hver hefði þörf á. Svo mikið var gjafmildin og svo mikið var ákvörðunartakarnir því að láta ekki neitt verða útundan eða líða skort, hafa nóg að borða, hafa allt sem hver þurfti. Daglega kom menn saman með einum huga. Þú segir kannski, já, þetta nú gátt í frumkirkjunni, ég bara engan tíma á hverjum degi að fara að hittast eitthvað svona. Ok, nota bene, það var ekki sjónvarp. Þú veist, það var ekki fótboltinu sinni. Tennis, golf, það var ekkert þessu tótt að rífa til. Þannig að kannski höfðu menn aðeins meiri tíma þá heldur en gengur og gerist í dag. Og það er allt í lagi. Það er enginn að segja það að við þurfum að gera þetta nákvæmlega en það er eins og þeir hittast daglega. En það er samt sem aður ákveðin prinsip í þessu og það er samfélagið. Og þeir komu með einum huga í helgidónum, brutu brauð í heimahjóksunum, komaður aftur að þessum heimahúsum og brjóta brauð og borða saman og allt það. Já. Neittu fæðu saman í fögnuð og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir á öllum líð. Það var vinsælt fólk. Sértrú á hópurinn í Jerúsalem, hann var bara vinsæl. Þetta er mjög, megum ekki glemma, þetta er mjög sérstakt. Þetta er mjög sérstakt. Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim með frelsaslitu. Þetta er kannski lykillinn sem ég ætla að skoða í kvöld. Drottinn bætti daglega í. Við erum oft stressuð við því, hvað er ekkert fólk hérna maður? Það er ekki að stækka eitthvað, við erum búin að vera hann í 100 ár og það er ekki nefnum bara 1000 manns en það getur verið 7000. Guð bætir hópinn undir ákveðnum kringumstæðum. Guð, við komum að því eftir, Guð byggir nefnilega kirkjuna sína og hann ákveður hvernig hún er. Hann gefur okkur stundum innsæi inn í það og hjálpar okkur að sjá, heyrðu, gerir þetta svona krakkar, frekar heldur en svona, þetta er leiðin, en hann byggir hana. Og þegar við áttum okkur því að ef hann ekki byggir, þá erum við að stríða til einskis, þá öndum við aðeins rólegra og þetta er náttúrulega ekki alveg eins mikið álag á mig ef hann allar að gera þetta. Já, ef að Gulli byggir alltaf að koma byggja fyrir þig húsi og laga það allt undir þetta, þá mæðir ekki alveg mikið á þér. Jú, það er kannski að fara upp í Bauhaus og svo sækja ykkur að krana og eitthvað svona. En þú þarft ekki að breyta húsinu, hann allar að gera það fyrir þig. Við höfum verið að skoða þetta og það er áfram smá upprifjun. Þessi kirkja sem við vorum að lesa núna hún breytist svo hratt út, hún var meiri útbreiðsla heldur en á COVID-Delta. Það var bara út allt. Það var stöðug útbreiðsla á kirkjunni. Krafturinn var þvílíkur og að lokum fenguðu það vitnisburð að þau hefur breytt heiminum. Og það sem ég ætla að leggja fram í dag er það hvernig þau breyttu heiminum. Aðferðafræði kirkjunar. Hún er einföld, hún er lítil, það fer lítið fyrir henni, hún varla sést, en hún er. Það er alltaf skrítið, ég hef alltaf sagt það þegar fólk er að tala um að Jesús hafi ekki verið til,
Hafið eitthvað veltið fyrir því, hvað var þetta þá? Það alveg staðreynd að það gerðist eitthvað. Ég meina heimurum breyttist. Við erum hér í dag vegna í einhverju sem heitir kirkja vegna þess að það gerðist eitthvað á þessum tíma og að það var engin Jesús. Býtu, hver það ábyrg fyrir þessu dóti? Og hvað gerðist þá eiginlega? Munið eftir ég sagði ykkur einhvern tímann frá því að það árið 313 og þá kom svona edikt of Milan eða Milan tilskipunum frá keisarunum Konstantínusi. Á því augnabliki, takt eftir, árið 313, hvenær byrjaði? Jesús, hann, segjum að hann, það er svona almennt talið, hann hafi verið 30 ára að starfi, að verið 33 ára segið þegar hann deyr og hann fyrir til starfa, hann er ekki lengi að starfa, en hann er dáið 33 ára segjum, það er 30 árið 33 ef við miðum ártalið við hans fæðingu og þetta síðan fyrir kirkjan á stað og þetta er árið 313. Þá fyrirskipa keisarinn í Róm að það skilur engar ofsóknir hendur kristnu lengur. Eins furðulegt eins og það hljómar, þá var þetta versta sem gat gerst fyrir kirkjuna. Að hætta ofsóknum, það hluti að vera gott fyrir þau, já, mjög gott fyrir þau, en fyrir kirkjuna það gerist eitthvað. Það sem gerðist var þetta, að helsti leiðtogi ofsóknarinnar, keisarinn sjálfur í Róm, var núna orðinn helsti stuðningsmaður. Árið 380 var þetta síðan ríkiskirkja, eða ríkistrú. Og þá runnu saman, þetta er bara upprifin en þá, kem að kjarnanum, þá runnu saman kirkja og ríki. Og aldirnar liðu, og munið þið, ef þið lesið söguna, þá voru það kóngarnir og drottningarnar í hinum á þessu löndu sem voru æðstu aðilar kirkjunar í landinu. Það var engin greinamunu gerður faktist. Þau stjórnuðu gegnum kirkjuna. Stærstu byggingar hverja borgar voru dómkirkjurnar. Og ekki misskilja mig, ég elska þessi hús. Ég elska að fara inn í svona stór og mikil hús og fallið og sögun og allt þetta. En hvað er í gangi? Það er stóra spurningin. Kirkjan breyttist frá því að vera grasrótarhreyfing, trúarleg grasrótarhreyfing sem fór í djúpar og miklar samfélagsbreytingar. Og hún orsakaði samfélagsbreytingar. Kirkjan flutti sig, muniði, yfir í byggingarnar og hætti að vera út á meðal fólksins. Hafið þið þetta í huga, nú ætla ég að spyrja ykkur. Þið þurfa ekki að svara, bara hafið þetta í huga. Þú ert í vinnu. Þú vinnur, fer út á mótnana, þú búin að fara eitthvað í ræktina eða sturtu eða hvað er að gera fyrst á mótnana og svo fer í vinnu og þú vinnur allan daginn, svo eru börnin sem bíða heima og kallinn eða konan og það þarf að elda og það þarf að gera hitt og þetta og svo fer í kirkjunum og svo fer í félagsstarfi og svo spilar við félagsvistina og svo spilar við golfi og svo ert að gera allt þetta. Þú ert á fullu, það er nóg að gera. Það er nóg að gera. Þú veist, en það er eitt sem þú lætur aldrei, þú missir aldrei af, sleppir aldrei, það er kirkjan á sunnudum. Kannski bænastundin, ekki alveg eins mikilvæg. Ái, að því að stóð nefnilega að biðja að lesa það sko, að þið ræktu það, sko, það ástunduðu bænina. Já, ég biði heima mér. Já, gott. Það er gott að biðja heima líka. Og ég gerum ekki lítið úr því. En sjá, það sem ég er að segja, það er nóg að gera. Þá svo spyr ég þið núna og hafið þetta í huga þegar við höldum áfram. Hvað gerur svo þegar þú ætlar að slaka á? Hvað gerir fólk? Það sem fólk gerir, flest okkar gera, og við gerum alls konar hluti að sjálfsögðu. Ég geng á fjöll og, þú veist, sumir fara í sund og sumir sund í sjónum. Skil það ekki, en það er nógu það. Eða fara í kalda potta. Gef mig hlýju. Þetta er vist voðalega hollt, segja þeir sem að tilþekkja. Mér verður bara kalt, en það er svo því ég fasta og verður bara svangur, þú veist. En hvað gerur þau? Veitu hvað við gerum? Veitu hvað er klassískt og þetta gerum við öll. Við hringjum, hóum, skrifum, textum, vinum okkar, fjölskyldumeðlumum, segjum að borða saman í kvöld. Ekki hittast og slaka á og borða saman og
njóta þess að vera saman og hafa gaman. Þetta eðlilegasti hlutur í heimi fyrir okkur og þetta gerum við öll. Kirkjan hittist daglega og borðaði saman. Ok, þið höfðu tíma daglega til að gera það. En segjum að við höfum einn dag í viku. Segjum við höfum hálfsmánaðarlega. Segjum einn dag í mánuði. Segjum við hófum í vin okkar til að borða. En við gerum þetta. Af hverju? Þetta er okkur eðlilegasti hlutur í heimi til að hafa gaman. Kirkjan nýtti sér þessa stórkostlugu nútíma tækni sem þá var í gangi. Að hittast. Það var ekki komin eitt að hinni tækninni, sjá. Það var engin sími. Það var ekkert. Þau höfðu ekki auglýsingastofu. Þau gátu ekki Instagramað. Pétur reisti eitt frá dauðum í gær. Ekkert svona. Það var bara ekki í boði. En samt var allt á fullu. Samt var allt að gerast. Þetta var Jesú hreyfing. Og munið það að Jesús kom ekki hann kom ekki til þess að dílíta gyðingdóm 1.0 og downloada 2.0. Hér kemur gyðingdómur 2.0. Hann aðeins öðruvísi. Hann kom með róttæka breytingu. Hann kom og umbylti. Hann faktisk lýsti því yfir. Hann hefði uppfyllt gömlu trúarkerfin. Bæði gyðinglega kerfið og heiðingdóminn. Og hann var að koma eitthvað nýtt í staðin fyrir bæði þessi. Og þið lesið það sem Páll skrifar, til dæmis í Efesus, þar lýsir hann hreinlega að Kristur hafi á krossunum tekið bæði heiðingjana og gyðingana, sett á með sér á krossun og búið til nýja mann. Og ný trúarbrögð. Þetta er bara lýst svona. Hann deyti þetta bara allt á krossunum og þetta hljómar svona. Tók hann hvað? Gyðingdóminn á krossin. Ok, þetta er svo djúpt Halldór, ég veit ekkert hvort að segja. Ok, þá segi ég, það er einskott að ég skrifaði þetta ekki, Páll skrifaði þetta í Efesus og þetta er rosalega gott eins og hann segir það. En það þarf að lesa þetta og skoða nákvæmlega hvað er hann að meina, af því þetta er algjörlega uník. Þetta er alveg sérstakt sem hann gerði. Og hann sem það kemur, og Páll segir til dæmis þegar hann var í Aþenu, Páll postuli segir, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, hann býr ekki í musturum sem gjörður með mannahöndum. Það er í postulasögunni 17. kafla. Þessi frumkirkja, þessi nýja trúarhreyfing, grasrótarhreyfing, hún bara lýsti því yfir, það er engin þörf að hafa musteri lengur. Ekki einu sinni í Jerúsalem, sem var þó the mysteri. Í alvöru. Engin þörf vegna hvers? Við þurfum ekki einu sinni hús, krakkar. Við þurfum bara að gera það sem öllum mönnum er eðlilegt að gera þegar þeim langar að gera eitthvað saman. Það er að hittast og borða. Það er að segja mér að þetta, skoðum hvað hann gerir. Nú ætlum ég að spyrja ykkur einu, hafið þetta í huga líka. Langar ykkur að gleðja Jesú alveg óstjórnlega mikið? Alltaf, við erum alls þar. Sem betur fyrir því, ég veit þið líka heima. Hversu oft í Biblíunni hafið þið, og þið þurfum ekki að svara upp átt eða neitt, bara hugsið það, reynið að rifja það upp. Hversu oft hafið þið lesið það að Jesús, hann tók gleði kipp í heilugum anda, hann gladdi svo óstjórnlega að út úr hann kom lofsið til föðurins. Munið eftir eitthvað svona? Allir. Það er einskott í bækur ekki með svara upp átt. Í hvaða kafla var það? Hafið í huga. Jesús sagðist hafa uppfyllt guðdóminn, eða gyðingdóminn segi ég, og trúarkerfið þeirra. Jesús var nefnilega nýja vinið muniði og nú förum við að koma að kjarnanum. Og hann sagði, þú tekur ekki, gamla vinið var gyðingdómurinn
eða innihald gyðingdómsins og innihald heiðingatrúarinnar, en vínbelgirnir sem vínum á var gyðingdómurinn, struktúrinn og heiðindómurinn. Og hann sagði, þú tekur ekki nýtt vín og setur það á gamla belgi. Það alveg svakalega flott líking hjá honum. Vegna þess að það sem gerist hann, ef þú tekur gamlan belg, hann þurr og skorpinn og þetta gamall vínbelgur. Þarna var vínið ekki á flöskum eða svona beljum upp í plastbrúsum upp í hérna vínbúð. Þarna voru þetta geymt á svona vínbelgjum, skinnbelgjum. Og ef þeir voru ekki bleiktir og vættir reglulega, og ef þeir geymdu ekki vín reglulega, að þá þornuðu þeir. Þetta var bara skinn. Þetta er bara svo stóllinn heimauður sem aldrei sesti og aldrei borið á, að lokum það eyðilegsleðir í honum einhvern veginn. Það bara þornar upp, nema sé fit í því. Og þessir belgir þornuðu og þá hefur komið við leður, þeir eru ekkert mjög þykkir, en hefur komið við leður og þau getur brotið það. Það brotnar að þeir eru svo þurrt og skorpið. Og það er það sem Jesús er að segja. Þú ert með svoleiðis belgi og svo farið nýtt vín og þá getur ekki hellt í á. Vegna þess að nýja vínið mun gerjast og halda áfram og þroskast. Og þá eyðileggur það belgin og hann rifnar og nýja vínið lekur út. Þú tínir því. Og þetta er það sem hann var að vísa til, að gömlu belginir voru gyðingdómurinn. Hann er rosalega djarfur. Hvað ég feginn, ég sagði þetta ekki líka. Hann er svo djarfur. Hann sagði, þeir eru gamli belgurinn og heiðindómurinn eru gamli belginir og þú tekur ekki það vín sem ég er með og setur á þá og þeir ná að meika það. Með öðrum orðum, þú tekur ekki það gamla og setur eitthvað nýtt í þá. Ef við berum þetta saman, frumkirkjuna sem við erum að lýsa fram til 313 og svo kirkjuna í dag, munið það sem ég var að lesa, þeir höfðu vinsaldir öllum líð. Við höfum það líka. Sumum líð. Ég myndi að hugsa, ég er ekki að minna þið ykkur sem einstaklingar. Þeir eru náttúrulega alveg stórkostlega vinsæl, ég veit það. Ég er að tala kirkjuna. Kirkjuna sem stofnun. Allir þetta, Halldór, ég er vinsæl. En kirkjan sem stofnun. Ég var svo spenntur að brotna röddin í mér. Hvernig ber húsi saman í dag við vinsaldir á öllum líð og hvað er hann að gera í dag? Ég er alveg samfærður það að hluti vandamálsins er að við erum enn að setja nýtt vín á gamla belgi. Við erum að bjóða lífið í Jesú Kristi, anda Guðs og heilugum anda inn í gamalt system. Og við, þú og ég og kirkja Krists á Íslandi og allan heim, hún er til eins og hún var í frumkirkjunni, vitið það. Það er til svona hópar og þeir lifa bara og eru bara eins og þessu vorum að lesa á það, dásanlegt. En það eru flest okkar, sérstaklega á Vesturlöndum, sem við höfum fengið arfleið af systeminu sem var til þessi 1700 ár. Og það er mikið af gömlum belgjum sem við notum til að setja nýtt vín á. Og hvað gerum við þegar það er ekki alveg að virka? Þá fáum við markastjóra til að búa eitthvað snjallt til. Þú veist, við verðum að gera eitthvað hérna. Það er enginn að koma. Gerum eitthvað. Hvað er að gera? Auglýsum. Já, það er ágætt að vita flestir á okkur einhvern veginn ef þau vilja koma í kirkju. Haldið við komið að myndum setja heilsu í auglýsingu? Nei, ég get vissu það, en við skulum gera það samt. Við erum að gera eitthvað. Finnum við upp eitthvað til að flikka upp á gamla belgin. Ef að málan. Við reynum að laga gamla belgin. Það er allt og seint að reyna að mýkja hann upp og gera hann klára fyrir nýja vinnið. Eina leiðin er að fá bara nýjan belg og setja á það. Það er eina leiðin og Jesús sagði okkur að takta eftir. Hann sagði okkur þetta. Ó, hvað ég stundu fegin að ég bjóði ekki til. Þegar ég sé alveg augum og sumfólk. Hvað ertu að segja? Ég bara að segja, viltu nýtt vín? Þá verður að hafa nýjan belg. Það er ekki flóknara heldur en það.
og við erum enn að búa til gamla belgi eða reyna að flikka upp á gamla belgi og svo erum við alveg steinhissa á því að það er ekkert vín í því. Vínið er lönguleiki út, svo. Áts, ái, hættu þetta. Nei, þetta skiptir öllu máli og nú ætla ég að klára þetta með því að lesa. Ekklesía, hlustaðu vel á. Af hverju virkaði þetta svona hjá þeim í byrjun? Af hverju var þessi ofboðslegi kraftur að þeir umturnuðu heiminum? Af hverju þráum við það svo mikið í dag að við getum umturnað allavega götin okkar? En það gerist ekki. Hvað þá heldur borgin okkar, eða landin okkar, eða heiminum? Er ég vondur? Er ég ekki að segja bara sem þarf að segja? Verðum við ekki að vakna upp og segja, hvað er það sem að vantar hjá mér? Ekki hjá öllum öðrum. Heldur mér. Hvað vantar hjá mér? Gríska orðið í Nýja testamentinu yfir kirkju er ekklesía. Og hlustu nú á hvað ekklesía þýðir. Það er pólitískt þing þegna hinna forngrísku ríkja. Sérstaklega var þetta reglulegu fundur aþensku borgarana vegna reksturs opinbera mála þar sem þið fjölluðum þau málefni sem borgarráðið lagði til. Þetta er það sem að orðið kirkja þýðir. Að lesa þetta fyrir ykkur. Spurðu sjálfa hvort að þetta séu við. Pólitískt þing þegna forngrískra ríkja, sérstaklega, líka rómverskra en sérstaklega gríska. Þetta var reglulegu fundur aþensku borgarana vegna reksturs opinbera mála og til þess að fjalla málefni sem borgarráðið hafði lagt til. Og Jesús sagði, ég ætla að byggja þetta. Já, fyrir þig, hljómar þetta mjög kunnulega. Pæli þessu, Jesús sagði, ok, ég ætla að byggja svona. Nei, það er ekki. En hvað meinar hann? Hvað var þetta í reynd? Þessi hópur, þetta þing, hvað þetta er lítill hópur eða stór hópur, þetta gátu líka bara verið 2 eða 3 og þeir hittust í umboði borgarráðsins og yfirvaldsins til að ræða hvað átt að gera. Þetta setur orð Jesú í nýtt samhengi. Hlustið. Hverja þá bæn sem 2 ykkar eru einhugum á jörðu, mun Faðir minn á himnum veita þeim. Því að hvar sem 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal. Mattheus 18, 19-20. Þetta er ekklesía. Jesús stofnaði svona ekklesíu. Ekki í umboði Aþenuborgar, ekki í umboði keisaras, heldur í umboði Föðurins á himnum. Þannig að þegar kirkjan hittist 2 eða 3 samankomnir til þess að taka á málum, hvað segir ekki Biblían einmitt, við erum ekki af þessum heimi. Okkar ríki er ekki einu svona, við erum ambassadórar, við erum sendiherra hvaða ríkis? Guðs ríkisins. Við erum samankomin hérna, bara við 3 sem bara ég og Jóhann og Sippa, við erum samankomin og við ætlum að borða saman og við ætlum að sjá hvaða umboð við höfum. Þú veist, við erum núna ekklesía. Við erum pólitískt þing fyrir himinin. Sjá hvað Jesús er að fara. Hann vissi nákvæmlega hvað var að gera. Hann sagði, ég ætla ekki að búa til stofnun sem fyrir í stóra byggingar og deyr þar. Sér ráðum við pastor til þess að vera minjavörð. Nei, sagði þetta?
Hann sagði það ekki. Hann sagði, komið saman, ég skal. Þeir eru mínu umboði. Ég ætla að gera það sem á mínu hjarta og hvað það, ég ætla að byggja þessa kirkju. Ég ætla að byggja þetta unit. Og hvernig ger ég það? Ég kannski bý til fleiri inn í þetta unit, ég bý til fleiri unit, en allt er þetta gert í umboði föðurins og himnum. Og hvernig virkar þetta? Hlustið. Ég ætla að klára með þessu. Þetta, allt þetta sem ég er búin að segja til að komast að þessu ég ætla að segja núna. Eru þið með? Allavega, já. Lúkas 10. Ég sé að hún er sett þetta upp fyrir hún gefn vers 59 og það er alltaf að ég ætla að lesa samt á undan. Eftir þetta kvaddi drottinn, þar að segja Jesús, til aðra 72. Hann er með þessa 12 og hann segir, ok, nú ætla ég að bæta 72 hérna við, 72 að tölu. Og hann sendi þá á undan sér 2 í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá, uppstýran er mikil, verkamenn er fáir, beðið því drottinn uppstýrun að senda verkamenn til uppstýru sinnar. Fyrir ekki, ég verð að stoppa hérna við. Hversu oft hefum við ekki heyrt þetta vers, lesið eða predikað? Þetta er málið, krakkar. Uppstýran er mikil. Það allir í landinu okkar tilbúinir þessu uppstýru og við aumingjarnir gerum ekki neitt til þess að okkur vantar fleiri verkamenn. Ok, hvað er þessi 10 að gera sem er á staðnum? Þeir eru að biðja fleiri verkamenn. Sjáu, við erum föst í fari. Við erum bara stökk. Við verðum að fá fleiri verkamenn til þess að ná þetta inn. En það sem við raunverulega erum að biðja þessi, drottinn minn, komdu bara og bætt inn í þessu kirkju okkar hérna. Ég veit þetta er hörð predikun, en hún er þörf. Hún er svo þörf, krakkar. Ég er að segja ykkur það, ef við ekki sjáum, þá munum við missa af. Þetta eru frægvers sem allar kirkjur sem ég hef verið í og komið nálægt, ég hef heyrt þetta út allt. Uppstýran er mikil, verkamennir eru fáir. Biðjið því herra uppstýrunar að senda fleiri verkamenn. Vandamáli við það, þarna hættu við. Jesús sýnir okkur í kjölfarið hvernig við náum í verkamennina. Það er ekki bara biðjan verkamennina, heldur hvernig þeim fáum þá. Eru þið með? Þetta er svo dásalegt hérna hjá honum. Farið, ég sendi ykkur eins og lömb meðal úlfa, þetta er svolítið svaka setning. Allir voru spenntur, já, ég er bara eins og lamb meðal úlfa. Það er engin spenntur fyrir því, en það sem er náttúrulega, þetta er bara sama sagan og í dag, veist, við vitum alveg að það er svona mótspyrna gagnvart trú. Það er ekki mótspyrna mótið að vera að lifa andlegu lífi, en þessu trú sem við trúum, þetta er svona gamaldags. Ok, þannig að það er mótspyrna. Hlustum á. Hafið ekki pingju, ekki malið að skó og heilsið engum á leiðinni. Er þetta ekki skrítið fyrirmæli? Hann er sendað út og hann sagði ekki hafa með ykkur neitt og ekki stoppa og tala við neitt fyrir þú komin í borgina. Hvað kennir þetta okkur? Í fyrsta lagi, þú verður að fara í trú. Við erum ekki að tala um það að fara ekki inn í fötum eða ekki með neitt með okkur. Við erum ekki að tala um það. Við erum að tala um það að við förum á stað og við erum í sjálfu sér nakin. Við getum þetta ekki í eigin mætti, en það erum ekki að fara að gera þetta í eigin mætti. Við erum að fara að gera þetta í hans mætti. Við erum að fara að hittast sem hans kirkja. Takk þetta 2 og 2, það dugði. 2 og 2 saman, það dugði. Svo kemur. Hvað sem þið komið í hús, þá segi ég fyrst friður sé með þessu húsi. Nú ætla ég að sýna ykkur hvernig Jesús sagði þetta myndi virka og þetta er það sem frumkirkjan gerði frá fyrsta degi og allavega fram til 313, sennilega svolítið mikið lengur en það, en smátt og smátt breyttist þetta, ok?
Hvar sem þið komið í hús, svo segir fyrst friður sé með húsið þessu. Sem sagt hitta fólk og óska þeim friðar. Hvað þýðir þetta fyrir okkur í dag? Þetta þýðir það að það sem ég sagði áðan, það sem var okkur eðlilegasti hlutur í heimi, að hittast og borða saman. Að nú ætlum við að bjóða einhvernum sem við vitum á ekki trú. Nú ætlum við loksins bara að bjóða nágrann okkar í mat. Ég get ekki fara að vitna, nei, ertu róleg, þú ert ekki að fara að vitna fyrir þeim. Þú ert bara að bjóða mér mat. Hann byrjar, hann svo, hann gefur okkur 4 skref. Þetta svo snjallt. Hann segir, blessi þau, bara uppörfa þau, verið góð við þau. Hættu þessi fíflaskaparna og tróða biblíuninu í hausinn á þeim fyrir. Nei, þú byrjar ekkert þar. Þú ert bara góður við fólkið. Þú blessar þau og þú eldar frábæra lambasteik, eins og sumir gera hér, veit ég. Hún góð. Og stilu hvað að fara? Þú getur líka boðið einhverjum, þú getur látið bjóða þér heim líka, ef þú vilt. Þú getur hringt bara og segi, hei Sigga, það var gaman að hitta það aftur hérna í morgun, maður. Við þurfum að hittast. Og svo bara búið til eitthvað. Þetta okkur eðlilegt. Þetta ekki flókið. Þetta gerum við þegar við þurfum að slaka á og slappa af. Þannig að þetta ekki stress í þessu. Og við hittust og við byrjum bara á að uppörfa, við getum gert þetta í okkar eigin húsi eða húsi nágrannanna. Þið með? Og sé það nokkur friðarnas barn mun friður hvíla yfir því. Með öðrum orðum, þau geta náttúrulega sagt, nei, ég vil ekki hitta þig. Ert þú ekki einhverju sértrúarsöfni? Þau geta sagt það og það úlfurinn muni. Þá þetta ekki að ágjöra því, en sé þar friður, sé, hei, já, það væri gaman. Þau eru bara opin fyrir, þau meðtaka það sem þú ert að gera og þá mun friður þinn hvíla yfir því. Ef ekki, Sippa tala um þetta einu sinni, rosalega vel, ef ekki, bara fyrir nátt tilbaka. Þú segir, við klikkum á þessu, Við segum, ég var búin að einsetja mér að ætla að vitna fyrir þessu liði, maður. Svo vill ekki koma heim til mín. Má ég bara segja þér það? Það bara segja þér það. Þú vilt ekki tala um mig, en veistu hvað? Og veist hvert þú ferð ef þú ekki frelsast. Og svo kemur bara eitthvað, og þá látum við bara allt vaða að því að við pirrust yfir í. Þess ekki að taka á móti. Viltu að ég kalli eldi yfir drottinn? Viltu að ég bara eyði þessu fólki hérna núna? Sjá, þetta gamli belgurinn. Ef eitthvað þetta gamli vindbelgurinn. Þetta bara gamall belgur sem talar svona. Þú veist, svona ekki nýja belgurinn með nýja víninu. Og þú veist, það eina sem gerist ef þú vil ekki, þá bara ferðu aftur til þín og þú bara hringir í næsta eða athugir í næstu viku eða hvernig sem Það mun alltaf einhver vilja koma og borða með þér. Ok? Ef að hins verður tekið á móti, hvað gerist þá? Verður kyrrt í sama húsi og neyti þess sem þeir fram með borðið í mat og drykk. Ef þú ert ekki heima við þér og þú bjóst ekki til matinn, ekki fara þá, nei, ég borða ekki svona. Veistu að ég get ekki að borða hrísgrjón endalaust, ég alltaf, þetta uppáhalds hrísgrjónréttur minn sem ég langaði að gefa. Já, sorry, nei. Og hvað, kjúklingur í? Nei, þú veist. Leið og þeir segja þetta, þá segir vinurinn, ok, ég skal panta tóma hamborgara fyrir þig. Þú veist, það þarf virkilega mikla mildi og miskunn að vilja opna sig og tala við þig og þekkja þig mikið eftir þetta. Nei, ég borða ekki svona. Ég sé líka sósan aðeins brunnið. Og það fyrsta sem kristni búið að læra sem að fara til framandi landa að læra að borða hvað sem Þar þið boðið mat og ef þú ekki nærð að borða það sem á boðstólum, þá hlusta ekki svona á þig. Það það sem allt snýst Viltu borða með mér? Og svo setjast þið niður og snæða og þú kannski. Það alltaf hvolfi í maganum á þér.
Og það ekki einu sinni útikamar, sjáðu. Þú bara, þið sjáu hvert þetta að fara. Þetta vandamál þegar við erum að fara að eiga samskipti við fólk. Ef við erum, bara svo matvönd að það ekki hægt að borða mjólk. En það mjög góð leið til að leysa þetta mál. Þú heldur þetta heima við þér. Þá ræður þú hvað í matinn. Ok? Og takk ég að það stendur. Verið kyrrt í sama húsi. Nú ætlum ég að benda ykkur hvað þetta þýðir. Þetta tekur tíma. Þetta ekki ein kvöldstund. Það ekki, þú býður ekki einhverjum ókunnum í mat nágrannanum, þú kannski ert svona málkunnur og þú ert að bjóða með mat til að byrja að kynnast þeim betur og svo bara ein kvöldstund, Guð, má ég núna fara að predika yfir þeim? Nei, það ekki svoleiðis. Þú tekur þetta rólega, þú kynnist þeim. Þú verður vinur þeirra. Hvað gerist þá? Fyrst verður verkamenn launa sinna, þar að segja að þau skildi fá að borða og allt það. Eigi skuliði flytast þessu húsi, hús úr húsi, þegar þetta tekur tíma. Og hvar sem þér komið í borg og tekið viður, þá neyti þessum setti fyrir ykkur. Nú get ég sagt ykkur alveg, það stendur í Biblíunum að éta hvað sem er. Þýðir ekkert einhverja matvendni hér í kristindómnum. Ef þú ert vegan, ef það einhver sérþarfir, þá lætur bara vita áður. Ekki þegar komin á staðinn. Eða mæti með veganið. Það líka mjög góð kurteisi spurning þegar þú ert að bjóða fólki og spyrja bara, einhvað sem þið borðið ekki? Þá farið að vita það og svo bara, það er þetta að redda sér á alls konar vegu svona. Alls konar vegu. Jæja. Þegar þú ert orðinn vinur þeirra. Þegar þú ert búin að hittast nokkru sinnum að borða með þeim. Ekki endilega hverjum degi þá vikuna. Heldur, það kannski liðni 3 mánuðir, 4 mánuðir, 5 mánuðir, 6 mánuðir. Það ekki að gerast alltaf. Ég get ekki beðið endalaust að við erum að sjá frelsast, þá kom alltaf verkamenn. Ertu rólegur, anda djúpt. Það tekur tíma. Þegar þú ert búin að kynnast einhverjum og einhverjum vinniðinn, hvað gerist þá? Upp á yfirborðið, við samtalið við matarborðið, koma hlutir í ljós sem að þú ekki vissir áður og þau myndu aldrei hafa sagt þér öðruvísi. Svo sem eins og hann Siggi litli sonur þeirra, hann að berjast við hvítblaði. Það hafði ekki borist þér til eyrna eða eitthvað sjúkdóm, eitthvað. Þá að þú ert vinur, þá mjög auðvelt að segja, ég trúi á mátt bænarinnar, má ekki bara núna biðja fyrir Sigga litla. Ég lofa ykkur því þau segja ekki nei. Þú hins vegar kannst að hugsa áður og spyrð, hvað ef hann læknast ekki? Ég get ekki verið að þessu. Ég get ekki verið að bjóðast til að biðja fyrir Sigga litla og svo hlæja bara að mér og þetta verður eitthvað svakalegt fíasko ef hann læknast ekki. Þá rifjar upp hver þú ert, hvar þú ert, hvað þú ert að gera og í hvers umboði þú ert sem ekklesía á þessum stað. Það ekki borgarráð Aþenu, það ekki keisari Róm, það faðirinn í himnum sem sagði þér að gera þetta og ákvað að gera þetta og sagði hvað sem þið biðið 2 eða 3 í mínu nafni, þar ég mitt á meðal og þá bara svara ég bænum og ég ger þetta. Það umboðið. Þannig þess vegna bætti Guð daglega í hópinn sem frelsast hlutur, því að hann var alltaf að gera eitthvað svona. Liðið bara, hann hélt á að bjóða fólki í mat og bað fyrir þeim og það bara hélt á, þetta dundraðist bara út eins og þessi. Þá lækniði þá sem þar eru sjúkir. Það eftir, blessa og hittast, vera góður, borða saman, kynnast og þekkja þörfina og biðja fyrir þeim. Og þá fyrst opnar munninn og segir frá fagnaðarerindinu. Þá fyrst. Guðs ríki komið í nánd, þá fara þau að spyrja, vá, hvað gerði hann Siggi?
Vá! Þú þarft ekki að segja mér þetta einn augnablik að þau vilja ekki koma í mat til þín aftur. Ó, þau vilja koma í mat til þín og gott betur það. Þau vilja helst líka hitta hinar allar ekklesíurnar sem eru að hittast út í bæ og gera það sama. Þau vilja fá að vera með. Sýli, þetta svo einfalt að þetta nánast þau fram hjá okkur. Nei, við skulum gera þetta flókið. Á hverju að hafa þetta einfalt ef við getum haft þetta flókið? Þú veist. Gerum eitthvað svona, það sem við þurfum að vera hress upp á belgir okkar. Það bara tóm minna, maður. Þetta bara gleði. Og ég ætla að klára núna, ég búið að segja það 3. sinn, þetta löng lending, þetta sko aðflugið rosa langt. En hlustið, og ég ætla rétt að grípinu, þá komu, þetta aðeins seinni í kaflanum, þá komu þeir 72 aftur. Hann búin að gefa þessi fyrirmæli sem við vorum að fara yfir, senda það út og þeir eru búin að vera út í einhvern ákveðin tíma. Svo koma þeir aftur tilbaka með fögnuði. Vá, hvað þeir voru glaðir. Það er bara narriði jafn mikið gleði þess að þegar við hittust alltaf. Nei, það var meiri gleði. Þau læknuðu sjúka og ekki bara það. Illir andar hlýð okkur. Þeir áttu ekki orð yfir það. Illir andar hlýddu þeim. Hvað er í gangi? Umboðið. Mundu, þú ert ekklesían mín, sko. Ég að byggja það. Þetta er mitt vald, þetta er mitt ríki. Það er ég sem að grípa hérna inn í. Þú ert ekki háður einhverju sem að þér dettur í hug. Þú ert ekki háður þínum eigin krafti. Þú ert algjörlega undir mínu valdi og ég bara ger þetta, Halldór minn. Þú ert ekki að vera að stressa á þessu. Þetta er mín leið til að ná í verkamenn. Og Jesús, það var svo gaman á honum þegar hann sagði, jafnvel illir andar hlýð okkur. Þá eiginlega bara svona varðan að segja, ég skal segja ykkur akkur, strákar. Jesús sagði þá við það, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Ég gef ykkur vald til að stíga höggorma og sporta eitthvað yfir öllu ómannasleiti. Þú veist, ég er með valdið, hann bara, pum! Það er bara eins og illir andar, þeir voru svo hiss á því. Strákar, ég sá þetta gerast. Hann flúði mig, ég hef valdið. Svo kemur það síðasta. Á sömu stundu fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda og sagði, ég veksa með þig, Faðir, drottin himins og jarðar, að þú eru hulið þetta spekingunum sem vilja vera inn í stóru byggingunum og halda safninu saman og hyggindamönnunum sem halda það þau eru bara að rökræða alla í hel eða himnaríki. Þú eru opinberað þetta smælingjunum eins og Dóra Lár sem ekkert veit og ekkert kann. Þú veist, sem var bara nógu vitlaust að trúa að þetta væri rétt. Þú eru opinberað þetta honum. Já, Faðir, svo var þér þóknanlegt að gera. Hann fylltist Jesús af fagnandi gleði heilags anda. Hvað var það sem gladdi hann svona rosalega? Svona virkaði kirkjan. Við getum glatt hann áfram, krakkar. Faðir minn, við þökkum þér. Þakka fyrir drottin minn að þú ert með okkur, hjálpar okkur, opinberar fyrir okkur, leyfir okkur að skilja og sjá, drottin minn. Heilagur andi, tala þú áfram til okkar, sýnd okkur hvað þú vilt með kirkjuna þína, hvernig þú byggir hana, ekki hvernig við byggjum hana, heldur hvernig þú byggir hana. Þakka þér, drottin minn. Og ég bið fyrir hverjum sem er heima, drottin minn, hverjum sem er að hlusta, hvar sem hann er. Biðum blessun þína yfir frið þinn, yfir fjölskylduna, yfir einstaklingin. Biðum lækning og lausn inn á heimilin, drottin minn, frelsi og líf. Heilagur andi, þú opinbera sjálfa þig. Þú opinbera frelsisverk Krist, þú opinbera vilja drottins inn í lífi fólks. Þú kallar þig inn núna, inn í þitt ríki, drottin, með því að tala til þeirra, gefa þeim að blessunum þínum, nærveru þinni, lækningu þinni. Verið heil fyrir Jesú nafn.
Heilagur andi fer og gerir heilt. Hann læknar andaðinn, hann læknar sál þína, hann læknar líkama þinn. Í Jesú nafni. Takk, Jesús. Nú er samkoman á enda. Við þökkum þér fyrir að hafa verið hér, en við værum alveg til í að sjá þig hér í kirkjunni okkar. Við erum kirkja fyrir þig. Láttu sjá þig og leyfðu okkur að gefa þér þann kærleik. Takk fyrir að vera með okkur í dag og Guð blessi þig út vikuna. Sjáumst eftir eina viku.